Herðu, eigum við ekki bara að byrja? Jú, velkomin á stafræn hugvísindi í hádeginu sem svona framhald af fyrirlestrarröð sem við byrjum síðastliðið haust. Þar sem við fáum ýmsa aðila til að koma og tala eitt og annað sem tengist stafrænum hugvísindum á einhvern hátt. Þannig að þetta svona mjög fjölbreytt dagskrá sem við reynum að hafa. Og hugmyndin að hún sé frekar aðgengileg, þetta ekki mjög tæknileg fyrirlestrar, þannig að þetta svona og gefa einhverja hugmyndum hvað þetta fyrirbæri snýst að stafræn hugvísindi eru mjög svona víðfeðmt svið. Alveg frá bara mjög hardcore computational linguistics upp í að miðla einhverju í gegnum sýndarveruleika eða hvað nú Þannig að þetta dekkar mjög margt. En í dag ætla ég að, þetta er ekki frumlegt slókan hjá mér. Ég Eiríkur Smári Sigurðarson og formaður stjórnar stafræn hugvísinda á Lista og við höfum verið að vinna þessar uppbyggingu núna í nokkur ár. Og þemað í dag eru eiginlega gagnagrunnar og hvernig við tengjum gögn saman. Af því að í stafrænum hugvísindum erum við mjög oft að vinna með gögn og ég hef þetta slagorð eftir svona finnskum kollega Eero Hyunen sem hefur verið að vinna í áratugi að byggja upp það sem hann kallar Sampo á finnsku og Sampo eitthvað svona góðsöguleg fígúra og þaðan kemur orðið og það snýst saman open linked data. Að tengja saman gagnagrunna til þess að gera þá merkingafræðilega ríkari eins og hann talar það. Það sem ég ætla að fara í gegnum í dag, nokkurn megin, ekki alveg svona undir þessum stífu kaflaheitum endilega, en það bara fyrsta lagi nauðsyn þess að stafvæða menningararf. Það bara eitthvað sem við þurfum að gera, af því að við erum þegar komin langt inn í stafrænan heim og við erum á leiðinni miklu lengra þangað inn. Líka svona tækifæri og það svona aðal þemað, svona tækifæri sem að skapast við að tengja saman gagnagrunna. Og svo aðeins gildi stafrænna menningagagna fyrir nýsköpun og þróun. En bara fyrst aðeins stafræn hugvísindi, hvað fyrirbæri það eiginlega? Það eitthvað með hugan að gera og tölvu, stafrænan heim. Og í svona mjög grófum dráttum að þá snýst þetta stafræna úrvinnslu og miðlun í hugvísindum. Og mikið gengur auðvitað út á að nota gögn í stafrænu formi. Og hér tek ég bara svona dæmi af konungsbók, þegar þú situr á safni og að lesa handrit og þá lítur það cirka svona út. Þetta auðvitað stafræn ljósmynd af handritinu, þetta ekki handriti, þannig að við erum þegar komin í stafrænum heim hér. Og svo útgefinn texti, svona stafréttur texti, það líka hægt að sjá hann í öðrum útgáfum á útgáfunni. En á baki náttúrulega bara gögn, gagnagrunnur á baki sem býr þetta hér til og miðlar þessari mynd. Og það lítur einhvern veginn svona út allt öðruvísi, þetta allt annað fyrirbæri að lesa og þetta bara endalaust. Textin sem maður hefur, það skiptir ekki máli hvað bókstafir eru þarna. Þetta bara endalaus runa af gögnum sem eru merkt á alls kyns hátt. Og eitt af því sem við erum að gera í neti sem við tökum þátt í hérna Antidótum stafrænar útgáfur handrita er okkur að benda á að þegar þú býr til stafræn útgáfu þá ertu að búa til gagnagrunn. Líka, ekki bara stafræn útgáfu heldur gagnagrunn sem hægt að gera ýmislegt við. Og þetta kallar á, og það það sem við erum að gera mikið með stöðinni, á víðtækt samstarf háskóla, safna, stofnana og fyrirtækja til þess að geta byggt upp þessa gagnagrunna. Af því oft það ekki háskólarnir sem halda úti gagnagrunnum, það aðilar eins og Árnastofnun, Þjóðskjalasafnið, Þjóðminjasafnið, Kvikmyndasafnið, hvað veit ég, sem bera ábyrgð á gögnunum sem við verðum að vinna með. Og svo líka annað sem er pínlítið huglægt í þessu öllu saman, hugsa tilbaka í svona varðveislusöguna. Af því ég með svona mín rannsóknargráða er í forngrískri heimspeki og þá maður auðvitað fást við handrit og velta fyrir sér af hverju þessi handrit varðveitt eða þessi textar og ekki aðrir. Og það hafa verið svona alls tæknilegar síur í sögunni. Bara þegar var farið frá því að skrifa upp handrit með hástöfum, ég skrifa með lágstöfum til að spara pláss, að það var eitthvað ákveðin bylting þannig að lokum bara það sem var skrifað upp í lágstöfum og ákveðið að gera svoleiðis, að það var varðveitt og hitt meira og meira glataðist. Og spurningin erum við einhvers staðar í svona byltingu núna, bara svona hægfara byltingu að fara úr hliðrænum heimi í stafrænan heim og við tökum ekki eftir því svona sem að kannski að glatast. Ekki að ég held að Þjóðskjalasafnið sé að fara að eyða fullt af gögnum en þau bara athyglin fer annað sem getur haft áhrif á varðveislu í miklu lengra perspektífi. En hvað erum við að tala þegar við tölum þessa menningarverðmætti og þessa gagnagrunna sem að skipta máli hérna? Það var tekið saman skýrsla 2017 svona til undirbúnings af stóru stafvæðingar átaki sem að síðan varð ekkert af og við erum að uppfæra gögnin í þessari skýrslu núna. Og það kemur til dæmis fram að það eru 75 hillukílómetrar af skjölum og handritum á skjalasöfnum í Íslandi, 50 hjá Þjóðskjalasafninu. Og ef þú raðar þessu upp
frá héðan og bara eftir þjóðveginum og þú komist á næstum alla leiðin í Borgarnes, bara með að keyra fram hjá þessum skjölum og þau standa náttúrulega upprétt til þess að spara pláss. Og 50 kilometrarnir sem er Þjóðskjalasafninu, það kom okkur upp í hérna Hvammsvík og heim til mín hér. Það er svona cirka 50 kilometrar. Þannig að þetta er leiðin sem maður þarf að fara til að keyra fram hjá öllum þessum gögnum. Það er 16 milljónir ljósmynda á gleri, pappír og filmum og svo er auðvitað aragrúi af stafrænum ljósmyndum sem eru að verða til og eru að safnast upp. Og þetta er gífurlega mikið efni sem maður þarf að reyna að komast einhvern í gegnum. 250.000 klukkustundir af hljóð og myndefni. Þannig að með styttingu vinnuvikunar ef einhver vinnur 7,2 tíma á dag, 5 daga á viku, 45 vikur á ári, þá tekur viðkomandi 154 ár bara að hlusta í gegnum þetta allt saman. Eina manneskju. Og það er bara að gera það, ekki að skrá neitt eða koma neinum gögnum öðrum á framfæri. Og það 270.000 gripur á minjasöfnum, 160.000 verk og munur á listasöfnum, ekki bara listaverk sem hafi einhvern veginn gefin út, heldur líka öll önnur gögn sem að tilheyra söfnum listamanna. Og svo eru 3,5 milljónir orðabókaseðla. Sumt af þessu er þegar stafrænt, en alls ekki allt. Og ef við skoðum bara stöðuna 2017 og stöðuna í dag, af þessum Þjóðskjalasafninu, af þessum 50 kilometrum skjölum, þá var búið að stafvæða 1% árið 2017. 2025 er þetta 2%. Þess að við höldum áfram þessum hraða þá tekur 150 ár að komast bara upp í 20% af þessum fjölda, af þessum magni, sem er það sem Þjóðskjalasafnið telur æskilegt að gera aðgengilegt í stafrænu formi. Sjá ekki ástæðu til þess að gera allt. 2017 var búið að stafvæða 1% handrita hjá Árnastofnun, það kom upp í 12% 2025 og ef okkur langar til að komast hér upp í 100% þá tekur það 70 ár með þessum hraða. Þannig að það er mikið sem á eftir að gera. Auðvitað er þetta ekki raunhæfar áætlunartölur núna, það stofnanir hafa svona gefið í svolítið í stafvæðingunni, þannig að það er ekki alveg heiðarlegt að taka bara stöðuna 17-2025 og reikna sig fram, en það mun taka áratugi að komast þangað ef við höldum áfram samt áður eins og við gerum í dag. Og svo erum við líka að tala um allskís viðkvæm gögn. Gögn sem eru hjá Kvikmyndasafninu, filmur sem eru í mjög viðkvæmari geymslu og er kannski bara leggjandi í að reyna að spila þær einu sinni til þess að geta gert þær stafrænar. Það er allskís efni sem er varðveitt á sérkennilegu formati, allskís spólur sem eru hjá Ríkisútvarpinu og hjá Kvikmyndasafninu og sem bara er ekki tæki til í dag ennþá til þess að spila þau. Fólk sem er í þessum bransa það hangir á eBay að leita varahlutum til þess að halda tækjunum gangandi. Þannig að það er ákveðin hætta þar að það verður bara ekki lengur hægt að taka gögn af gömlum formatum og allir sem eru að vinna að gegn svona stafrænum heimi kannast við það. Ljósmyndir á glerplötum, skjöl hjá Þjóðskjalasafninu sem eru mikið notuð og bara eyðast smá saman. Þannig að það er talsvert mikið af gögnum sem eru bara hreinlega í hættu. Og stafvæðingur er auðvitað miklu meira bara skönnun, það er ekki bara að taka mynd og gera myndin aðgengilega, það þarf auðvitað að skrá efnið og flokka það einhvern veginn þannig að sé hægt að vinna með það. Og svo erum við að tala það er nokkrar svona lykilstofnanir sem að sinna þessum gögnum og þegar maður fer til Árnastofnunar eða Þjóðskjalasafnsins eða Þjóðminjasafnsins hvað það nú er, þá er fullt af gagnagrunnum þar, þú ert að finna þá. En þetta eru svona langir listar, við höfum tekið saman hjá okkur miðstöðinni, svona yfirlit yfir það sem við teljum vera mikilvægt svona hér og þar, þannig að alltaf ein síða þar sem maður getur fundið þetta. Hjá Landsbókasafninu líka aragrúi af allskís gagnagrunnum. Hjá Árnastofnuninni líka fullt af gagnagrunnum sem er hægt að skoða og finna. Og hér er listi yfir það sem til á Þjóðskjalasafninu. En þetta mjög mikla svona eyjar. Það er þessi gagnagrunnur og svo þessi gagnagrunnur og jafnvel innan sömu stofnunarinnar er ekki mikið tengt á milli. Þannig að maður vill finna eitthvað og þá fer maður í ákveðin gagnagrunn og finnur efni þar. En það er allskís tækifæri, ýmislegt sem að nútíminn býður upp á. Til dæmis svona sem ákveðin fyrirmynd að þá er sarpur, svona menningarsögulegi gagnagrunnur sarpur. Og það eru 60 söfn, 61 söfn þessu, sem eru þegar í sarpi. Og ef maður leitar í sarpi þá er maður að leita samtímis hjá öllum þessum söfnum. Og svo misjafnt hvað er búið að stafvæða eða búið að mynda hjá þeim. Það er svona smekkur frá Baldursheimi. Og þannig að maður finna bardasmekk, þá getur maður fundið alla bardasmekki sem eru í sarpi sama hvaða safni þeir eru. Og það er eitthvað svona sem við viljum auðvitað gera hjá miðstöðinni þegar við erum að huga að svona einhverju vefgátt og gagnatengingum.
að það að í einhverju skilningi að bæta þjóðskjalasafninu, Landsbókasafninu, Árnastofnun og fleiri aðilum svona við sarp, þannig að það verði eitthvað leitargátt og vefgátt þar fyrir ofan, þannig að maður getur skoðað allt hjá öllum í einu. Þannig við erum þegar komin af stað með þetta og svo þetta algjört tækifæri þegar kemur að svona sjálfvirkni í að greina gögn. Og til dæmis Katrín mikið að vinna í svona handwritten textual recognition og það verið að vinna þannig verkefni hjá Þjóðskjalasafninu, Árnastofnun og fleiri stöðum. Þetta Transkribus sem eitt af þessum tækjum sem að les handskrift og skrifar upp í stafrænu formi. En það gerist ekkert í einhverjum galdri. Það þarf að þjálfa módel á íslensku til þess að Transkribus geti lesið. Og það vinna sem við erum með í gangi núna. Og ef við skoðum þetta sést náttúrulega ekki alveg og skiptir ekki máli. Þetta ekkert mjög nákvæm uppskrift sem að þetta var bara eitthvað svona silly tilraun sem ég gerði á Transkribus daginn. En það eru mikla framfarir í þessu. Og ég var bara náttúrulega í síðustu viku þess að mikið fjallað svona verkefni. Og í sumum skjalasöfnum að þá nákvæmni Transkribus meiri en hjá hópi á manneskjum sem að fara í gegnum sama efni þegar þeir séum borið saman og skoðað. Þannig að það getur verið mjög gott en það getur líka verið mjög lélegt. Og Katrín var miklu betur að svara spurningum þetta en ég ef það kemur upp. En maður segir fyrir sér, og nú Þjóðskjalasafnið að fara af stað með verkefni að nota Transkribus til þess að lesa skjöl hjá sér. Ef við erum með 50 km á skjölum eða 10 sem eru mikilvægir, að það mun hjálpa mjög mikið ef það er hægt að nota einhver svona tæki til þess að lesa skjölin og gera þau leitarbær og aðgengilega á þann hátt. Þarf ekki að vera 100% nákvæmt til þess að sé gagnlegt og þarf auðvitað að mata alltaf hversu langt maður þarf að ganga til þess hvenær það er nógu gott. En ef við getum gert 8 milljónir mynda í gegnum svona kerfi til þess að gera það, til þess að fá texta sem gagnlegur, að þá auðvitað eitthvað fengið með því. Ég veit ekki hvort það hljóð kemur ljós, allavega. En annað svona tól sem við höfum líka verið með í að þróa talgreining hjá Tiro. Tiro fyrirtæki sem hefur verið að vinna fyrir RÚV í svona sjálfvirkir textum á efni. En tóli sem þau voru með og eiga, að þau dugðu mjög illa á ísmús. Það eru upptökur frá því svona 7. og 7. áratögnum sumt eldra. Gamalt fólk að talar forntungumál, upptökur eru lélegar, alls kyns hljóð í bakgrunninum. Þannig að þau þróuðu módel sem að hentaði betur fyrir. Skulum við sjá hvort það heyrist hérna eitthvað. Gleymd að tekka á hóttunum. Þetta Tóta frænka. Váeyður og vislundur, misjafn reynist hann, bláeyður og blíðlundur, blíður reynist hann, gráeyður og grimlundur, greindur reynist hann. Og hvað verður þetta? Ég lærði þessum krækjust fyrir orðanum. Það fór ekki þess? Já. Tóta byrjað það baldur sem tæplega nýræð. Hún var bara eitthvað 30 þarna og hljómar pínu eins og nýræð. Forvindilegt. En já, en aftur þetta hérna. Þannig að það verið að þróa og eru til tól sem að hjálpa okkur að gera gögnin þegar það komin í stafrænt form. Aðgengileg og leitarbær. Af því við þurfum, á einhverju leiti þurfum við alltaf að breyta þeim í texta til þess að geta unnið með þau stafrænt. Og líka við myndgreiningu. Það er alltaf einhverja þýðingar á milli textagrunna og myndgreininga sem við höfum að tala um það. Og svo það fólk og bæir. Sögulega mann- og bæjartalið sem eitt af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna hjá Miðstöðinni. Og Pétur Húni sem var mann á Árnastofnun vann í, eða bjóð til. Og þetta gagnagrunnur sem tengt saman mannanöfn og bæjarnöfn, það er að segja bóndabæjarnöfn, voru öllum manntölum frá 1703 til 1920 til þess að búa til svona grunn, einhvers konar kennitölu grunn yfir staði og einstaklinga sem er síðan hægt að nota sem gagnagrunn í sjálfum sér til að skoða lífslaup eða hvernig fólk lítur á milli staða eða hvað það nú er. Bæjargrunnurinn meira og minna tilbúinn. En það miklu flóknara að tengja saman mannanöfn og svona tekur lengri tíma en að tengja saman bæjarnöfnin. Þannig að það vantar talsveit upp á, enda með mannanöfnin,
En við erum í raun og vera mjög svipuð, róleg og sambærileg verkefni sem við erum að vinna í Danmörku og Noregi til dæmis. Og við erum byrjuð núna í samstarfsverkefni með öllum Norðurlöndum, Bandaríkjunum og Kanada, þar sem við verðum að gera tilraunir til að tengja á milli gagnagrunna á milli landa í gegnum einstaklinga og staði. En kemur það kannski aðal atriðinu, því að þetta sögulega mann- og bæjartal er ekki bara til þess að er ekki bara gagnagrunnur enn einn gagnagrunnurinn, heldur er hugmyndin að hann eigi þessi grunnur á að nýtast til þess að tengja saman aðra gagnagrunna. Og þetta er þegar byrjað, þannig að hér er bara fæstarinn Baldursheimur Mývatnssveit, sem er ekki saman Baldursheimur og var með smekkin á þann, það er Baldursheimur í Vopnafirði. Og hér sést að það eru heimildur Baldursheim í Túnakorti Þjóðskjalasafnsins, það eru upplýsingar á Ísmús, með hans Tóta frænka, en líka Ketill Máriðar, aðalega hann, og örnenda upplýsingar á nafninu.is, en það eru líka tengingar við handrit.is, það er greinilega ekkert handrit sem tengist Baldursheimi. Þannig að það er strax komið grunnur að tengingu gagnagrunna og þetta veit ég er það sem Pétur og aðrir er að vinna í, er að tengja miklu meira saman í gegnum sögulega mann- og bæjartalið. Já. Varðandi þetta akkurat, af því að þetta kemur akkurat svona inn í hjarta á doktorsverkefnum sem ég er að vinna í og hittir það einu sinni á Þjóðgarði. Já. Það sem ég er með 2000 flugmann og ég er að taka spatial nálgun á hreyfingu þeirra í gegnum rými, altså í gegnum tíma. Já. Og eitt af því sem ég er að leita að, hvar voru þeir hér, hverju voru þeir þar. Já. Þannig eru nöfnin með staðina sem þeir koma frá. Þannig að ég er að taka þá raun og veru gegnum frá okkur til dauða þannig séð. Já, einmitt. Ég er með eigin gagnagrunn, þar sem ég hef einstaklingana og upplýsingar þá. Möguleikin á að tengja og sækja þessi gögnum og tengja saman. Þú þarft að hitta höfund gagnagrunnsins. En það sem við erum, þegar kemur til þróun þessara vefgáttar sem við viljum gera, þá lendum við því að það verður að tengja saman gagnagrunna hjá Árnastofnun, Þjóðskjalasafninu, þennan grunn og það er hver aðili er gjarnan með sinn nafnagrunn og hvað veit ég. Og ein leið var bara að búa til einn nafnagrunn fyrir Ísland og því allt yfir, en það er bilað verkefni að fara í. Þannig að það er frekar hugmyndin að byggja tól ofan á þetta sem að metur líkindin tölfræðilega á því að einhver nöfn sem koma fyrir einum og sama, fleiri gagnagrunnum séu sama nafnið. Og síðan það bara kjósa það. Ég veit að það sem að gera í finnska módelinu, sem sambó kerfinu þar. Þannig að þetta er hugmyndin og einhvern veginn svona lítur sögulega mann- og bæjartal út, þetta er náttúrulega mjög ríkjað saman, það er mann- og bæjartal hérna og svo tengist það Ísmús og örnefni og Túnakortið og við manntöl náttúrulega og vantar hérna handrit.is og fleira, en auðvitað viljum við gera miklu meira. Við viljum tengja bara við miklu fleiri gagnagrunna og sú vinna er í gangi. Það er að segja úr sögulega mannatalinu gegnum það, aðalega gegnum bæjarnöfn, yfir í dánabú, hjá RÚV, Tímar.is og auðvitað Sarp sem er líka svona eitt stóra mengi sem maður myndi gjarnan vilja tengja í gegnum einhvern svona grunn eins og sögulega mann- og bæjartal. En þetta er samt sem áður ekki endilega það sem við viljum. Einhverja eina miðju sem tengist bara beint í einhverja svona bara hér og hingað og þangað. Heldur eitthvað miklu meira eins og þetta hér. Það sem að eitthvað er í miðjunni og sem er eitthvað svona kjarni sem að fókusinn er á hérna, en það tengist út í örnefni og dánabúin tengist við handrit og hvað við, þetta er svona bara einhver fantasía, þetta er þessi mynd hér, þetta er ekki svona byggt á einhverju nákvæmri greiningu. Og baki þessu öllu saman er síðan það sem er svona kallað verufræði eða ontológía sem að skilgreinir venslin á milli staka í gagnagrunn. Eitthvað er foreldri einhvers, eitthvað er fæðingarstaður, eitthvað tónlistarstaður, hvað veit ég. Það eru svona ontológiskar skilgreiningar á því hvernig stökin í hinum með gagnagrunnum tengjast sem að afmarka þessar línur hér. Og kemur þá að finnska módelinu, eða finnska verkefninu sem er staðið yfir í áratugi. Og það er á Humanen sem hefur svona staðið fyrir þessu. Það kom upp úr verkefni held í Evrópu sem að kalla Republic of Letters, það sem að vera að tengja saman sendibréfagrunna hér og þar í Evrópu. Það vantar oft helminginn af bréfasamskiptum á hverjum stað. En það er búið að vera búa til hérna alls til svona sambóa. Það eru svona þingræðu sambóar, það eru listasambóar, það eru óperusambóar og hvað veit ég sem eru til. Og nýjasta verkefni það var opnað bara núna í janúar. Það er sambó. Það er sambóin sem tengir saman alla sambóana. Það er að segja það var búið að búa til einhvern svona grunn af nafnagrunn og fleira sem hjálpar við að tengja hérna á milli. Og þannig að hann er svona komin svolítið nálægt eins og svona stóra draumi
sem að tengja allt við allt og það svona hans slogan sem hann hefur frá Da Vinci sem að auðvitað héldi fram að allt væri tengt við allt, bara í raun og veru. Þannig ef við viljum ná utan hlutina, þá þurfum við að reyna að tengja á. En mér langar líka að opna þetta ef það gengur. Nei, þetta ekkur ekki. Jú, hérna. Já, þetta svona önnur útgáfa af því hvernig þetta getur litið út og þá ekki út frá einhverjum manntali eða svoleiðis, halló. Heldur bara, ef við setjum manneskju bara í grunninn. Við hvað tengjum við hana? Já, til dæmis Íslendingabók, kirkjubækur, manntöl. En líka, og það skiptir ekki minna máli fyrir svona þessa tegunda gagnatengingum að fara út í alþjóðlega gagnagrunna eins og Wikidata eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það sé ekki bara innanlandstengingar sem við erum að tala heldur við tengjum við líka lengra út. Eða við örnefni á kort og svona alþjóðlega staðagrunna að auki. Þannig að það ýmislegt sem maður getur svona skoðað í þessu hér eða ákveðið rannsóknarverkefni. Og svo ger ég svona smá tilraun með þetta líka út frá einu svona verkefni sem kemur akkurat. Eitt svona draumaverkefni sem tengist listasöfnum. Að það sé hægt að tengja saman, maður setur bara listaverkið hérna í miðjuna, að þá gætur við fundið bara út frá því til dæmis fréttaflutning og gagnrýni á hvort sem það Tímar.is eða RÚV eða hvað það bréf og skjöl þar sem að það til listamanna eða annarra. Ljósmyndir sem að eru varðvættir einhvers staðar, til þess að sýningum. Það mjög erfitt að dokumentera sýningar eða uppfærslur. Það eitthvað sem var bara horfið. Ákveðinu þannig verkefni. Eða safnleikja á listasöfnunum eða listamaðurinn sjálfur. Þannig að þetta svona netirði til þar sem að þú getur farið á milli aðila og þessar tengingar verða þannig. Svona grunnur af bara nýrri þekkingu. Hvað er einu? Hér er einu. En allavega. Þannig að sjálfvirkni og nokkra dæmi sem tekið inn frá ofan, þau eru dæmi sjálfvirkni og raun og veru dæmi notkun mállíkana og gervigreindar. Píró byggir sitt á mállíkunum. Transkribus líka svona gervigreindar mállíkana byggt módel við að lesa texta. Þannig að það þegar í gangi. Og það mjög mikil vinna víða, svona tilraunavinna við að nota tungumálumódel, stór tungumálumódel og gervigreind, til dæmis við skráningu lýsingarna. Við að taka ljósmyndasöfn og þjálfa gervigreind í að skilja hvað á ljósmyndir, geta skráð nokkurn veginn hvað þar. Verður kannski ekki fullkomið, en þú fær kannski milljón ljósmyndir sem eru samt flott, eru skráðar á þann hátt að það eru gagnlegt. Eða flokkur eftir stöðulegum orðaforða, sem auðvitað eitthvað sem maður þarf að huga líka. Og jafnvel tillögur að verufræðilegu venslum sem þarf til þess að geta búið til svona tengda vendur. En við gerum þetta ekkert með því bara að nota Gemini eða ChatGPT eða eitthvað svoleiðis. Við þurfum að þjálfa íslenska grunna til þess að gera þetta. Við þurfum að þjálfa grunna sem að skilja myndmál í íslenskum myndum, sem að skilja bakgrunn í íslenskum ljósmyndum. Maður getur fengið merkilega mikið út úr því að henda ljósmyndin í Gemini eða hvað nú til þess að fá mat á því hvað en til þess að verði virkilega gott og gagnlegt að þá þarf að þjálfa það. Ég var með svona útgáð þessi fyrirlestir á UT-messunum daginn og ég bara gervigreind einmitt að búa til þess að mynda með hvernig svona gervigreindin lítur út frá gögnum. Og ég var að tala eftir hádegi og ég hlustaði á nokkur fyrirlestra eftir sérfræðinga fyrir hádegi gervigreind og ég held þetta væri fáránlega einfeldningslegt. Það gervigreindin sér ennur bara auðborðinu, bara Wikipedia, fréttir, samfélagsmiðlar og allt annað sé þannig undir, nei það er ekki svona. En eftir að hafa hlustað á nokkra fyrirlestra, sérfræðinga og gervigreind þá bara virðist að vera meira svona. Og það sem að aðilar eins og Miðeind og aðrir kalla eftir aðgangur að svona gögnum til að geta þjálfa íslensk módel sem að eru næm á íslenska menningu og íslenska sögu. Kom að því aðeins okkur. Þetta er nú bara einhver svona flippað hugmyndun nafnið á nýju vefgátun okkar, Draupnir, af því að verður svo margt nýtt til þegar við búum hann til, bara svona sjálfverk. Það sem að við erum, og það ekki þessi myndir á ensku, þetta kemur úr svona tilboðsgögnum sem við fengum frá amerískum aðila hvað þetta að gera til þess að búa til svona vefgátt. En hugmyndin að tengja saman gagnagrunna í þessari vefgátt, þannig að þetta leita að þeim þannig og fáum þannig svona sögulega dýpur og fjölbreyttari gögn
Það ákveðin átt valdeflandi að þetta myndi líka vera opið fyrir almenning. Það kannski stýrður aðgangur einhverju leyti sem rannsakandi fengjum að meira aðgang en almenningur, þannig að það væri ekki allt opið. En það væri samt svona valdeflandi á þann hátt. Og þetta allir möguleikarnir sem vorum með huga með því að tengja saman gagnabúið til nýja gagnagrunna. En það auðvitað líka þarf að huga að svona gera þetta ábyrgan hátt. Og eitt af því sem við erum að vinna í að reyna að leysa mál sem snerta persónuvernd og hugverkarétt til þess að hafa aðgang. En svo annað sem það líka velta fyrir sér, jafnvel þegar maður tekur opna gagnagrunna sem eru með upplýsingum einstaklinga, sem hver sem getur farið og leitað í, tengir á saman, þá býr maður raun og veru til nýjar upplýsingar. Það verða nýjar upplýsingar til. Og þá þarf maður að spyrja sig, eru þessar nýju upplýsingar, allt í lagi bara þessu opnar? Eða maður að búa til nýjar upplýsingar með því að tengja opin gögn, sem kannski ekki alveg sjálfsagt, það séu bara opnar. Til dæmis flæði fólks á milli staða og svoleiðis sem þetta er kannski einhverjum löngu tíma í að skoða einstaklega grunna til þess að finna það, en nú getur gert það bara með bara einhverjum nokkrum mínútum fundið þetta út. Og þetta er ekki mál, þetta er brjálæðislega mikið mál. Ef þetta á að takast það kallar á ótrúlega mikla vinnu. Og eitt sem maður þarf að gera, það sem skiptir mestu máli og kannski erfiðast er eftir hérna, það þarf auðvitað skipulag og samræmingu hjá stofnunum. Miðstöðin er samansafn af 15 aðilum og það er auðvitað mikil samræming að vinna í gangi, við erum að vinna saman í nokkur ár. En þá samt eftir að samræma gagnastaðala, þá eftir að komast að samkomulagi svona sameiginlega verufræði, ontológíu, gagnagrunnina til þess að venslaða rétt. Það þarf auðvitað að komast finna út úr hvernig á að reka þetta til lengdar. Við getum kannski fjármagnað að búa þetta til, og svo hvernig á að reka þetta. Í litlu samhengi er sérfræðiþekkingu þunndreift. Og það er eitthvað sem maður rekst á aftur og aftur. Það er ekkert rosalega margir gagnasérfræðingar sem að kunna á þessu gögn á Íslandi. Og þessu margar stofnanir, svona raunverulega gagnasérfræðingar ekkert mjög margir. Þannig að sérfræðiþekkingun er mjög dreift. En samstarfið auðvitað hjálpar við það. Svo gæði gagnanna eru mjög misjöfn. Þau eru tæknilegar í allskynsformi og vistu og allskyns átt. Og svo þurfa auðvitað að leysa málum höfundarétt og persónuvernd og allskyns tæknileysni sem eru þarna. Ég er nú svona að klára. En ef þá að gera þetta, þar að segja að tengja gögn, að bæða að gera miklu meira gögn aðgengilega stafrænt og síðan að tengja þau, að þá þarf til dæmis bara miklu meira, það verður til miklu meira gagnamagn. Bara að stafvæða það sem er til á kvikmyndasafninu, það kallar á svona petabæta plossi, sama hjá RÚV. Við erum almennt í dag að tala terabæt, meina Írey hérna hjá háskólanum, þau eru með svona háraðatölvur og allt það og geta geymt mikið af gögnum, það er alltaf með terabæt. En á að gera þetta, þá þurfum við að fara að tala petabæt. En petabæt auðvitað bara pínlítið í samhengi gagnavera. Það er verið að tala exobæt, sem bara allt annað skali en það sem við erum að tala hér. Þannig raun og veru erum við að tala bara eitthvað pínlítið hotn af því sem þegar til. En samt sem áður er svo gigantískt í samanburði við það sem við höfum í dag í þessum geira hér. Það þarf tæknibúnað auðvitað og við höfum verið að tala miðstöð stafrænar yfirfærslu sem þar sem aðeins að deila tækjum og við erum að vinna þannig nú þegar miðstöðinni að vera að skipta tækjum og líka sérfræðiþekkingu, þannig að tæki færir sig ekki að fyrir stofnana og sérfræðingur sem er búin að læra á tækjum. En það sem er aðalatriðið og þetta svona flöskuhálsinn í þessu öllu er spurningin þekkingu og kunnáttu. Og ég ætla svona enda á að henda upp hérna svona gervigreindar draumamynd sem að Einar bjó til fyrir mig með eitthvað svona 5 ára átak þar sem verður fjárfest í mannafla og búnaði, aðalega mannafla, því að það er það sem að þarf. Með allir þeirri tækni sem við höfum til þess að greina stafræn gögn sjálfvirkt og allir þeim tækninýjungum sem að snúast yfirfærslu í stafrænt form, að þá þarf samt sem áður manneskju einhverju að taka handrit og setja á skanna eða stilla upp og taka mynd eða þrívítaskanna mun eða hvað nú er. Það verður ekkert bara gert sjálfvirkt. Við getum spara tíma og peninga með því að sjálfvirknivæða lýsingagnarskráning og eitt og annað að held ég að talsverðum svona svolítið langt, ekki alltaf leið, þetta þarf alltaf manneskja að gera það líka. En þegar kemur að sjálfri stafvæðingunni að þá vantar það væri stóri hlutin í svona átaki þar sem að við næðum við að reyna að tengja allt við allt. Og það var það. Takk fyrir.
flöskuhálsinn meira á fjármagn en mannafli og þetta annars gefur allir því? Jú, þetta eiginlega styrist fjármagn. Það vantar fjármagn til þess að borga mannafla. Já, ég ætla einmitt, og ég vinn með handrit.is, einmitt þessa grunnskráningu, taka handrit úr hillunni, skrá þetta. Þetta, ég svolítið, það vantar svo fólkið í þetta og það ekki verið að veita fjárveitingar í þetta. Það að fara á aldarsalda þetta úr eða nokkrum ára eða eitthvað. Og þetta vinnan, en það líka ótrúlega sérfræði þekkingu í þetta. Já. Þetta er margar þjálfin að gera og það er stundum flösk á svona handriðbúndri og þess þá freka myndinni. Það er líka mjög stór flösk á þess. Já. Þannig ég held þetta sé, þetta peningar skipta svo miklu máli í þessu og þegar það leggja mat á hvað kostar að til dæmis að fara í eitthvað svona átaka sem að við náum eftir nokkur ára á einhver stað sem við teljum vera svona æskilegan að þá tækjabúnaður bara pínu hluta því sem að maður þarf að eyða pening í og ýmislegt annað sem að einhvern veginn hljómar kannski mikilvægt eða svona, maður geti haldið að væri svona stór hluta af því en þegar upp í staðið þá þetta bara mannafli sem maður þarf að borga laun en líka að þjálfa upp. Jafnvel þó maður fengi fullt af peningum í dag, þá ekki eins og séu 100 manns tilbúin til þess að bara hoppa inn í eitthvað svona minna og bara kunni þetta. Þannig að ég held að stundum við sjá okkur bara að byggja grunninn, en byggja grunn upplýsingar sem síðan að hægt að byggja leikarsinn, ég ætla ekki að mála leika, en það held ég síðan eins og þú segir eitthvað í loknum flöskum ást. Já, en við höfum verið aðilar hafa verið að deila til dæmis tækjum. Þjóðminjasafnið og hérna ljósmyndasafn Reykjavíkur til dæmis að vera að vinna saman með svona háupplýsna myndavél til þess að taka ljósmynd af filmum og það sem þau hafa gert að það raun og verið sérfræðingur sem fylgir tækjum. Það fyrst einhverja mánuð á einum stað, svo fer það frá Þjóðminjasafninu yfir á Borgarsögusafnið til þess að taka myndir af þeirra ljósmyndasafni og sérfræðingurinn fer með. Það borgar bara Borgarsögusafn laun á meðan fyrir viðkomandi. Og það heldur hluti af því sem við þurfum að byggja upp til þess að geta fyrir eitthvað sem svona sérhæft kannski, að það þurfi ekki allir að hafa þessa sérfræðiþekkingu. En ef við getum deilt henni, þá mun það hjálpa mikið. Já, og það tækjum. Já, algjörlega. Hvað er þessi tengsl milli gagnabanka sem við líka verðum að búa til? Já. Svona hvernig er einhver leið til að sannræna hvort að einhver tenging milli kannski einn og manneski hér og vantar sömu manneski í öðrum gagnabanka, hvort þetta er raunverulega sama manneska. Myndu þá notendur svara já, þetta voru góð gögn, eða já, hvernig myndu við... Það er einleik og það er það sem við gera í Finnlandi í þessum sambóverkefni. Það er auðvitað verið að taka svona þennan sambó og reyna tengja á saman í gegnum annan og annað. Og þau eru bara með kosningur, að notendur telja líklegt, já þetta líklega þessi manneskja. Og útgangspunkturinn held ég að það í svona gagnatengingum, það ekki að finna þetta, að þá engin svona ground truth, eins og við talaðum. Við vitum ekki, þegar það kemur að manntölum, að við verum ekki að tengja saman í þessu manntalsverkefni. Það ekki verið að tengja saman raunverulega einstaklinga, það er bara að tengja saman þetta nafn eins og það ritaði þessu manntali og þetta nafn eins og það ritaði þessu manntali. Og við vitum ekki raunverulega hvað þar á bakvið, þannig að það alltaf flöturinn og það engin svona grundvöllur sem við höfum að byggja á í þessu. Þannig að það eru bara líkindi. Og það sem ég séð einmitt í svona sambærilegri vinnu í Noregi og Danmörku, að það auðvitað þá bara verið að nota svona líkindamódel. Ef þessi aðili sem hér og birtist í þessu gögnum og svo svona eitthvað svipanafn sem birtist í þessu gögnum, hvað það sem gerir líklegt að viðkomandi sé sami aðili. Það getur verið, eru einhver fleiri nöfn sameiginlega á báðum stöðum sem bendir til þess að fjölskylda hafi flutt á milli staða eða eitthvað og það er svona, það eru hreinn líkindareikningur á baki. Og það er það sem er grunnurinn að söguna mannabætarinn í okkur líka. Og við letum vinna fyrir okkur, svona Veituvélagsetur Háskólans í Reykjavík vann í raun svona mjög prófa módela sem maður getur leikið sem er alls breytur. Við höfum ekki náð að prófa það alveg, þannig við áttum okkur ekki á því hversu vel það virkar en þá ætti að vera hægt að henda inn allt í skögnum og svo eftir hverju þú stillir breyturnar þá færðu svona einhver lista á nöfnum og veldi fyrir er þetta sami, já. Þannig að þetta er fyrir uppistaðið þetta líkindareikningur en það er hægt að nota einmitt svona lífvirkjun í þessu formi. Og lífvirkjunni virkar líka þannig að höfundur söguna mannabætarins, Pétur Húni, hann færi öðru hverju tölvupóst frá fólki sem fer inn og skoðar og sér villur og sendur honum tölvupóst og bendur honum á að það þurfa að laga eitthvað.
Getur maður exportera eitthvað af þessum gagnagrunnum eins og til dæmis nöfn og bíli, sko exportera og keyrt saman með eigin SQL gagnagrunn, eitthvað þess að það í gangi? Ég fór ekki að svara því. Mandelin hjá Þjóðskjalasafninu, en það er þetta ég held að sé ekki tilbúið þannig hjá í Sögulega mannabæjartalinu, en hugmyndin auðvitað að það verði mögulegt að sækja þann gagnagrunn. En það auðvitað bara nýr gagnagrunnur raun sem að sækir upplýsingar úr Mandalskunnunum sjálfur hjá Þjóðskjalasafninu. En það á að vera hægt að sækja hann og vinna með hann. Ég sé það svona, maður getur sparað sér hálfsfólksvinnu, sko, en maður getur exportera þetta og tekið þetta inn í eigin grunn. Já, einmitt. Og við myndum kannski að móti biðja að það kemur eitthvað tilbaka frá þér, sem var svona hjálpaði okkur í okkar vinnu. Þessar ontológíu sem varst að tala það svona þið hjá miðstöðinni sem að móta þetta? Ekki núna allavega, en það sem við erum í svona startfasa af þessari vefgátt og erum með vinnuhópa í gangi höfundreit, persónuvernd og lýsigögn og svona einhvern veginn hluti og tengingu við þau var eðlilegt að þróa sem ontológíur. Þannig að svo umræða þegar í gangi á milli stofnanna. Við erum ekki komin að þá niðurstöðu hvernig á að gera það og á hverju á að byggja. Og ég veit að þessari sambúðuppbyggingu í Finnlandi að það var stóra verkefni fyrstu árin, var að komast að samkomulagi á milli stofnanna jafnvægi. Þetta er ontológían sem við ætlum að nota og sem við samþykkjum. Þetta er nafnagrunnurinn sem við ætlum að nota. Við erum ekki komið þangað núna og ég held að vinnan í dag verði alltaf öðruvísi en hún var fyrir 20 árum síðan. Af því að í dag hægt að við höfum tækni gegnum tungumálamódel og gervigreind sem getur hjálpað okkur við þessar tengingar. Þannig að ég held ég að nefnt áðan að hugmyndin ekki hjá okkur að búa til nýjan gagnagrunn sem allir eiga að samþykkja, heldur að búa til tól sem að sækjur upplýsingar í nafnagrunna hjá hinum þessum aðilum og metur líkindi á hvort að sami einstaklingur sé á báðum stöðum. Og það sem þá getur hjálpa að fara kannski 70% líkur á að þetta sé sami einstaklingurinn og skoðar það og svo kannski merkir einmitt við, já, og þá fær það svona búsiklata. Þannig að það er hugmyndin frekar en að fara í þessa miklu vinnu við að búa til einhvern svona áþórandi nafnagrunn. Ok, fleiri spurningar? Kannski bara einn varðandi, þú talaði um að við þurfum að búa til sér íslenska, sem sagt, svona sér kerfi fyrir íslensku gagnarsöfnin sem eru sérsniðin fyrir okkur en ekki bara taka eitthvað frá útlöndum. En þurfum við ekki líka að hugsa að tengja við gögn til dæmis út í Evrópu eða til enn stærri gögn sem það sem einhver í Frakklandi gæti vilja nota gögn frá Íslandi og mynda kannski finna þeir í gegnum. Já. Og það er svona hugmyndin með því þessum svona, með þessu hér sko. Það er hugmyndin með því að tengja út í til dæmis Wikidata eða þetta sem heitir Geonames eða eitthvað svona alþjóðlega staðagrunna eða alþjóðlega gagnagrunna og það er mjög mikið verið að nota Wikidata í því samhengi. Ef þú gerir það, þar með ertu búin að opna á tengingar út í heim. Ídealt á að vera þannig, sko. En svo spurning hvort að okkar gagnagrunnar séu einhvern tilbúinir að taka á móti. Og það er einn af flöskuhálsum að þeir eru það alls ekki allir. En þannig að það er svona, og í þessu nýja norræna verkefni sem við erum með í, sem er svona manntalsgagnaverkefni, að það muni auðvitað snúast tilraunir til þess að tengja á milli. Sem bara hvað er hægt að gera til þess að skoða fólksflutninga á milli Norðurlanda og síðan til Norður-Ameríku. En nú kemur vonandi eitthvað sem er hægt að nota á annað, bara snýst gagnatengingar og aðferðir sem við höfum við gagnatengingar. Þannig að það er svona, já, það er hugmyndin. En ég held að svona hugmyndin einhvern einn, og bara taka það fram, að ég er ekki að tala fyrir því að við búum til einn risa gagnagrunn sem er bara einhvern gagnagrunnurinn. Ég held að það sé bæði galið verkefni svona praktískt og heldur ekki æskilegt. Heldur frekar að finna einhverja leiðir til þess að hjálpa við tengingar. Þannig að ef þið vantar upplýsingar sem eru þess eðlis eða hjálpa þér að geta tengt á milli, að þá eru leiðir til þess að gera það. En í staðinn fyrir að reyna að búa til eitthvað eitt stórt.
Ég held að það væri sko galin vegferð að reyna það. Hvað sem það er bara þjóðlegt eða alþjóðlegt. En það er eitt dæmi svona alþjóðlegt sem hérna svona menningargrunnurinn Europeana sem auðvitað verið til lengi og einhvers konar fyrirmynd að mörgum svona verkefnum. Þau gáfust raun og veru upp fyrir löngu síðan á því að búa til svona sameiginlegar ontológíur og nafnagrunna og svoleiðis sem að gerir Europeana mörgum veitum við takmarkaðan grunn að vinna með. Það var hugmyndin að búa til eitthvað sem var eitthvað svona sameigilegt innan Evrópu. En þegar eitthvað staðið þá reyndist það verkefni bara að vera of stórt á þeim skala. Ok. Ef ekki verið til ykkur, þá bara takka ykkur fyrir í dag. Takk fyrir.